Herra, Hemmi fá hérna fylgismenn í heimsókn, bara samfærandi sigur í 3-0 í kvöld. Já, við vorum ógnarsterkir í kvöld og rosalegur bara fókus síðan við spiluðum og fengum rosalega takk í magan eftir góðan leik, en við svöruðum því og það er nú þannig að það sýnir oft úr hverju menn eru gerðir þegar þeir þurfa búið að berja á hans niður. Men já, ég er gríðarlega stoltur af liðinu. Þetta var rosalega góð frammistaða, liðsframmistaða. Við vorum með kontról hérna á bara fyrstu mínútu. Þið voru með kontról, ég sammála því, en leikurinn byrjaði svolítið rólega. Hvernig fannst þið síðustu, bara fyrstu 20 mínúturnar í fyrri hálfleik? Jú, við komumst nú eitthvað þannig fyrir. Jú, ég bara, ég var að segja, ég var rosalega ánægður með bara 90 mínútur hérna í dag. Við höfum átt 60 mínútur eða 70 og svona, en hérna voru 90 mínútur sem ég var gríðarlega ánægður með. Við komumst í þessar stöður þarna, en það voru ekki alveg að loka þeim hann í byrjun, en eins og ég segi, ég var rosalega stoltur af liðinu í dag og spiluðum bara breið fútból, þorðum að láta boltan rúlla vel og góð hreyfing á liðinu og margar stóra frammistöður í dag. Ég segi margar góðar frammistöður síðan hálfleik og var bara stórkostlegur. Þið hefðu getað unnið þetta stærra í kvöld? Já, við fáum alveg fullt af rosalega góðum færum og brennum meðal annars af víti og svona einn á einn stöðum. Þannig að við sköpuðum okkur alveg grósköp en það var nú fyrir öllu að fá 3 stig og skora nokkuð mörk. Fremstu 3 hjá þér, ég verð að spyrja þess út í þá. Tumi, Brynjar og Dagur, Jóhann líka, bara þú ert með flotta sóknarmenn í liðinu hér. Já, svakalega, en það er bara heilbrigð og öflug samkeppni hérna, þannig að og menn, við höfum verið að skora núna på síðkasti svolítið, en við erum alltaf að skapa okkur færi og í dag þá small þetta hrikalega vel og þeir áttu allir frábæran leik og það er ekki bara það hversu öflugir eru fram á þeir eru duglegir, svakalega iðnaða menn þarna fremst af vellinum sem að hlaupa úr sér lungun og bara liðsmenn. Ertu ánægður með þetta svar? Þið fóruð í Grindavík síðustu umferð, eru með leikinn, Grindavík missi mann á velli, gladrið niður. Ertu ánægður með þetta svar sem þú fékkst í kvöld? Já, heldur betur, þetta var 10, ef það er hægt að fá 10 fyrir leik, þá fáðu 10 fyrir söruna, þegar við vorum kildir í maðan þar, spilum vel í 80 mínútur og vorum með leikinn og gott kontról, þannig að við fylgdum frammistöðuna alveg eftir og rúmlega það, nýttum færi bara, nýttum fleiri færi. Ég ætla ekki ráð fyrir því að þú hefur verið gríðarlega ósáttur við strákana eftir Grindavík-leikinn og hafi bara svona kveikt í mönnum og þeir hafi viljað svara því í kvöld. Já, það var sárt en við vorum allir sárir, það var ekki bara ég, það var allt staffið og allir klefinn, þannig að við vissum og þetta var slísa mörk, svo sem, þetta var ekki, og svona er bara boltinn, hann getur refsað illa þegar þú klárar ekki færin og ert ekki alveg búinn að gera út úr leikinn, en svörunin í dag var óbúðslega samfærandi. Ert án Aron Kristófer sem er í banni, Arþór Ari, hann var ekki í hóp, hver er staðan á honum? Já, hann rifbeinsbrotnaði í síðasta leik, þannig að við erum bara svona að taka hann dag frá degi, stóð sér vel hérna hvað var hann ekki Vassberg hérna í dag, það var liðstjóri, nei, hann var bara með okkur hérna og bara gríðarlega mikilvægur fyrir hópinn, þannig að hann naut sín hann með okkur, en það er vonandi bara stutt í hann. Hvernig horfum við í þessa deild? Það virðast allir geta unnið alla, þetta er svona bara ef ég fæði slett, gufu ruglið til. Já, bara stór skemmtileg, hrikalega skemmtileg deild og það er ekkert gefið, við vitum það alveg, eins og þú segir, þetta eru jöfn deild, þetta eru mörg bara sterk lið og það geta allir hýrt stig á góðum degi og þannig að við erum bara, við erum svo glaðir í dag að hafa svarað þessu, að þið hitti búið að meiða í nokkra daga. Takk hérlega.